Haustið lent hjá Joe's. Taktíkin í boði Joe's. Ég komið sæl og velkomin í taktíkina. Hingað til mín í setti sestur góður gestur, þjálfari meistaraflokks Þórs í körfubolta, Lárus Jónsson, velkomin. Takk fyrir. Við byrjum bara á að ræða meistaraflokkinn. Það gríðarlega erfitt verkefni framundan. Þið komist upp í Dominos-deildina. Hvernig staðan á liðinu í dag? Já, við komumst upp, bara áttum mjög gott tímabili fyrra. Þannig við fórum svona beint upp, unnum alla leikina nema 4. Vorum þá með svona svolítið öðruvísi lið heldur en við erum með í dag. Vorum eiginlega með meiri reynslu í fyrstdeildinni heldur við erum með núna. Staðan á deildinni í dag liðinu í dag þannig að við verðum bara svona í baráttu að reyna að halda okkur uppi. Já. Þannig að fyrir okkur eru svona bara hver einasti leik og hver einasta mínúta alveg þvílíkt mikilvæg. Og liðið svona samansett mestmegnis bara af strákum fæddum 2001, svona fræga 2001 árgangi. Svo fengum við Erlend Ágúst frá, hann var í Breiðabliki fyrra og hann frá Þorlákshöfn. Og svo erum við með 4 erlenda leikmenn. En þeir eru það er einn af þeim sem er kannski með reynslu, það er einn af þeim sem er 32 ára og hinir eru nýkomnir úr háskóla. Þannig að má eiginlega segja að við séum svolítið blautir á bak við eyrun. Já, það er nokkurn veginn staðan á liðinu. Akkurat. Og þið komist upp deild og munurinn á deildumnum í körfubolta, hann er gríðarlega mikill. Eins og nefnir, þú ert með reynslu minna lið, þú ert með mjög ungt lið, þannig að markmiðin þau verða kannski einhver ákveðnar bætingar eða byggja upp reynslu hjá þessum ungu leikmönnum. Já, í rauninni og ég held að það sé bara mikilvægt og þetta er eitthvað sem mér finnst bara mikilvægt sem þjálfara, að það er auðvitað ferðu í hvern einasta leik til þess að vinna. Þú ert alveg saman á móti hverjum það er. Þú ert auðvitað verið mjög erfitt að vinna KR, þú ert ekki að segja það. En að samaskapi skiptir gríðarlega miklu máli að liðið bæti sig yfir árið, yfir tímabilið, og að strákarnir að þeir bæti sig eftir sem líður á tímabilið og það er sérstaklega mikilvægt og það verður náttúrulega mitt starf í vetur að telja þeim trú að þeir þurfa að hafa trú á verkefninu, þó að þeir eru með mögulegt að tapa hellingaleikum, að við getum alltaf unnið næsta leik og þeir verða að halda áfram að æfa sig til að bæta sig og það er eiginlega eina leiðin til þess að við förum að vinna leiki. Akkurat. Og það er rosalega mikilvægt fyrir þá sem leikmenn að missa aldrei móðinn og sem ég veit að getur verið flókið þegar við erum með unga leikmenn og ef það fer að tapa leikjum þá getur verið erfitt fyrir því að ná upp ykkur anda. En það er rosalega mikilvægt fyrir þá að dusta það bara af sér og halda áfram að æfa sig og það er alltaf leikur í næstu viku. Akkurat. Nú sjáum við breytingar á reglum eins og varðar erlenda leikmenn í félögum. Er erfiðar að nota unga íslenska leikmenn í þessu fyrirkomulagi? Ég myndi segja að fyrir 3 ára síðan þá var 4+1 reglan, þá máttur bara vera með 1 erlenda leikmann inn á vellinum í einu. Og þá var mun auðveldara kannski fyrir íslenska leikmenn að komast inn í og bara deildin var bara ekki nærri því eins sterk. Og ég held að deildin í ár, ég held að hún hafi bara aldrei verið sterkari. Þannig að í rauninni, það er erfiðar að koma þeim inn, en samt sem áður eins og hjá okkur, þrátt fyrir séum með 4 erlenda leikmenn, þá eru alveg 3 leikmenn sem eru fæddir 2001 búin að spila bara stóra mínútur fyrir okkur í fyrstu 2 leikjunum. Þannig að þeir fá alveg hellingstækifæri og svo er eiginlega bara allir næstu mennirnir á bekknum, þeir eru allir fæddir 2001, þannig að þeir eru að æfa bara á háu leveli. Og svo náttúrulega veit maður aldrei hvort þau komist inn í rotation einhvern tímann á tímabilinu. En ég myndi segja að það er mjög erfitt fyrir kannski ungan leikmann að komast inn í róteringunni á KR eða Stjörnunni. Það er mjög erfitt. Já.
En á samanskapin eins og segir, deildin verður sterkari þannig að það eru ákveðin tækifæri fyrir þá sem að ná að fóta sig í þessari deild ef við hugsum bara þeirra feril að fara svo og taka skrefið út í aðra deildir þar. Tvímælalaust og ég held að það sé alltaf þannig, það alveg sama ef þú ert góður í körfubolta þá skiptir ekki máli þó að liðin væri með 8 útlendinga. Þú finnur alltaf leið til þess að spila. Ég held að það sé bara Martin Hermannsson, hann hefði alltaf byrjað inn hjá KR. Já. Saman þó þegar við erum 4 útlendinga. Það skiptir engum máli. Og það alveg saman bara með okkar unga efnilegu leikmenn. Þeir líka græða á því á æfingum að spila á móti 4 atvinnumönnum. Já. Hvern einasta dag og bæta sig þannig. Svo náttúrulega líka, ef þú ætlar að ná lengra í íþróttinni, þá náttúrulega líka ekki tekið eftir því að dómurasdeildin orðin sterkari og þá kannski hugsa einhverjir háskólaþjálfarar eða þá bara ætlar að ná lengra sem atvinnumaður, já ok, dómurasdeildin nú bara frekar sterk. Þannig að þú taka ekki meira mark á tölunum úr deildinni. Það ákveðin óvissa sem var með meistaraflokk Þórs núna fyrir tímabilið og hreinlega óvissa hvort þið ætluðu að vera í dómurasdeildinni en það var blásið í herlúðra og fólki svaraði. Þetta ferli allt saman, þetta hlýtur að vera dálítið óþægilegt að lenda í svona óvissu? Já, þetta var svona, við vinnum fyrstu deildina og svo var eins og, svo var bara allt í orðin bara svona 1,5 stjórnarmaður eftir, yfir sumarið. Og það var einhverjar skuldir sem áttu að greiða og svona, en það tókst með einhverjum vinnuverkefnum í sumar að ná þeim niður. En svo bara var bara sagt, aðalstjórn sagði, við getum ekki farið í dómurasdeildina sem hefur aldrei verið sterkari, bara með 1,5 mann í stjórn. Nei. Það bara gengur ekki upp. Það þarf að vera gott fólk á bak við það. Það þarf að vera fólk sem er tilbúið að leggja sér vinnu, þannig að við getum brugðist við og gengur illa og allt svoleiðis. Og það var það var bara haldinn stór og góður fundur og nú ég held að það sé komið 8-9 manns í stjórn sem eru tilbúinir að leggja mikið á sig og maður finnur það, og það er miklu betri stjórn á bak við liðið núna heldur en var hjá okkur í fyrstudeildinni fyrra. Og það er svona fólki sem er ekkert sama hvernig okkur gengur. Það vill tryggja sæti Þórs í efstu deild og það er rosalega gott. Akkurat. Og þetta var kannski með blauð tuska andliti sem þurfti til þess að menn risu upp. Því það eru margir sem koma að svona liði, það ekki bara þjálfarar og leikmenn, það þessi sjálfboðaliðar, það þessi stjórn líka til þess að skapa bara alla umgjörð í kringum leiki. Já, í rauninni það sem mér hefði þótt vera rosalega gott síðan ég kom hérna fyrra, það allt í kringum leikina. Það er rosalega margir boðnir og búnir til að koma og hjálpa við leikina, umgjörðin mjög góð í kringum leikina. Það alltaf eitthvað tilbúin til þess að steikja hamborgarana, setja upp skiltin, öll þessi handtök sem að mér finnst stundum skorta hjá þar sem ég kannski sé meira í klúbbunum fyrir sunnan. Það er meiri peningar en það kannski færri sem eru tilbúin til að gera þessa mauravinnu í kringum þetta. Þannig að það hefur verið til staðar hérna og svo kannski vantaði bara fólkið sem var tilbúið til þess að bera ábyrgð á því að safna peningum sem kostar að reka svona deildir. Þannig að já, þetta ekkert, þjálfarinn og leikmennin bara eitt púsl í stóru púslspili. Akkurat. En svona aðstæðan, völlurinn, æfingaaðstæðan, hvernig staðan á því? Við æfum höllinni, þannig að það bara mjög góð aðstæða og svo styrkir vörglas okkur, þannig að við erum þar bara getum lyft þar og það náttúrulega bara á hliðina. Þannig að aðstæðan bara algjörlega til fyrirmyndar. Og svo held ég að við getum þegar Glerárskóli verður komin líka, þá getum við kannski notað það aðeins fyrir eitthvað svona skotaæfingar og svoleiðis. Þannig að aðstæðan mjög góð. Þannig eina sem ef maður ætti að kvarta eitthvað að höllin náttúrulega fjölnota. Þannig að það kannski dettur niður eitthvað æfingar þegar árshátíð menntaskólans eða andressandalekarnir eða einhverjar sýningar eða eitthvað svona. Já. En á móti kemur að þeir sem eru að vinna í höllinni, þetta svona miklu sveigjanlegra heldur en fyrir sunnan. Ég fæ bara lykil, þannig að ef það eitthvað að vera þá get ég bara farið á sunnudagskvöldi og verið með æfingu þá. Já. Ef eitthvað þarf að fella niður út af okkur öðru. Akkurat. Skuldum smá hlé hérna, kíkjum í örstuttar auglýsingar og höldum svo áfram eftir þær.
Jóð, Sönvul gallabuxur. Taktikinn er í boði Jóð. Haustið er lent hjá Joe's. Taktikinn er í boði Joe's. Let's go. Við höldum áfram í taktíkinni og ætlum að færa okkur aðeins persónulegri nótur hérna í öðrum hluta. Lárus, ef þú fer bara aðeins yfir þinn feril bara sem leikmaður í körfubolta, hvernig er hann? Sko, ég byrjaði meistaraflokk með Hamri í Hveragerði. Ég spilaði svona mestan minn feril þar. Ég held að spilaði einhver 10-12 tímabil þar. Endaði ferilinn þar sem spilandi þjálfari. Og svo fór ég aðeins á flakk. Ég reyndi að komast út sem atvinnumaður, kom svo heim og spilaði 1 tímabil með KR. Og eftir það var ég eiginlega ákveðinn að vera þjálfari. Þannig ég fór svona liðin sem ég fór í eftir það, var ég aðeins að elta þjálfara. Fór til Benna Gummi í Fjölni. Fer svo út og spila með Sisu út í Danmörku. Og kem svo heim og spila þá með hálft tímabil með Njarðvík. Þá langaði mér aðeins að kynna Sigga Ingimundar, hann var að þjálfa Njarðvík. Þannig að þá var ég meira að hugsa bara að reyna að komast að leyndamálinu á baku þjálfarana. Akkurat. Já, heldur en að vera endilega leikmaður. Og svo síðustu 2 árin var ég spilandi þjálfari hjá Hamar. Svolítið athyglisvert að þú tekur þessar ákvarðanir með það í huga hvaða þjálfari er að fara að þjálfa og þú eldir það. Hvað verður til þess að þú ákveður að taka þessa ákvörðun, ég ætla að fara út í þjálfun? Já, er ekki bara þannig að ef maður er ekki alveg nógu góður leikmaður, þá langar manni að vera þjálfari, sko. En ég veit það ekki. Þetta hefur einhvern veginn bara blundað í mér og ég held að þetta líka bara er að velja mér lið í körfubolta. Ég vildi ekki halda með leikmönnum, heldur bara halda með þjálfarum. Já. Finnst þetta hafa skipt máli að þú hafir öðlast þessa reynslu af þessum reynsluboltum í þjálfun umfram kannski að læra þetta allt saman úr bók? Tvímælalaust. Það er alveg hellingur atriðum sem ég nota í þjálfun hérna frá Pétur Ingvars, hann þjálfaði mér í 10 ár. Ég nota mikið frá honum. Ég nota eitthvað frá Benna og svo nota eitthvað frá Sigga. Þetta er eitthvað svona, og svo líka eitthvað sem maður lærði út í Danmörku. Maður tekur alveg, maður stelur ekkert öllu kannski frá þjálfurunum, en það er alltaf, annarkvort er þetta eitthvað svona drill eða eitthvað svona áhersluatriði sem einhvern veginn síast inn og ósjálfrátt þá byrjar þú að tala svona, kannski er þetta bara svo þú byrjar að tala sem mamma henni pabbi. Akkurat. En þú finnur þarna eitthvað, já ég sé að þetta virkar og ég sé af hverju þetta virkar og þú svona púslar í svolítið saman. Já, maður gerir það og svo kannski þú fer að þjálfa sjálfur og þá ferðu svona allt í einu að pæla, þú hugsaði kannski með leikmaður, hvað er Benni að spá? Já, ok. Já. Og hann var að spá þetta. Þannig að, og ég held að maður finni það yfirleitt ekkert svona, það er svo erfitt, þetta er bara alveg svo að þú sérði eitthvað á netinu og ætlar að gera eitthvað og þú ert að þjálfa og þú veist aldrei nákvæmlega hvernig það virkar eða hvernig það fer í hóp fyrir þú pröfa það. Já. Og þú hefur þjálfað náttúrulega sjálfur og stundum bara virkar það enga veginn, en þú ert alveg gjössalega komið með þetta í höfðun að þér, en svo allt í einu ertu búin að pröfa þetta og þá ertu kannski aðeins að aðlaga og þá fer það að virka. Akkurat. Og svo virkar náttúrulega ekki alltaf sömu atriði fyrir hvaða lið sem þú ert með, þannig að það virkar eitt fyrir þetta lið og svo allt annað fyrir eitthvað annað lið og annan hóp. Já, það er eins bara lið sem við erum með núna í dag, sem er mjög ungt og óreynt. Miðað kannski í fyrra, þá voru við með reynslubolta innanum. Það er kannski, þú ert að vera með aðeins öðruvísi þjálfunar aðferðir. Já. Þú getur gert meiri kröfu kannski á leikmenn sem aðeins eldri. Og svo kannski leikmenn sem aðeins yngri, þá verður kannski að fara aðeins varlegra að þeim. Já. En getur kannski sett á það samt ákveðin verkefni, eins og kannski meira intensívar þrekæfingar og sprettaæfingar sem kannski eldri leikmenn nenni ekkert lengur. Já, þess vegna er svo gott að vera með blandaðan hóp. Bara þú ert að byrja æfinguna eitthvað svona, þá getur þú látið ungu strákana setja tempóið. Já. Og það er kannski þú ert nýbúin að fara í gegnum uppbytun og nenna þessu gömlu kannski ekki endilega að fara fullan sprett. Þá setur þú ungu bara að byrja þeir. Já. Og þá er þessu gömlu, slækið aðeins á strákar. En þá er tempóið komið fyrir æfinguna. Akkurat.
Þú ferð þarna, þú þjálfar í Hveragerði, ferð svo í Breiðablik og svo Þór, Já. þannig að þú sérð svolítið svona svart og hvítu þennan mun að þjálfa inn á höfuðborgarsvæðinu og svo út á landsbyggðunum, eða er kannski bara engin munur á þessu? Sko, að þjálfa, ég myndi kannski ekki segja að vera eitthvað rosalega mikill munur. Bara, ég held að svona hvert lið hafi sitt svona sérkenni, einhvern veginn. Já. Þú veist, Hveragerði þá ertu með svona mjög lítið bæjarfélag, þannig að þú veist, það snýst allt rosalega mikið svona körfuboltann. Í Breiðablik er þetta náttúrulega alveg gríðarlega stórt bæjarfélag og þú veist, og körfuboltinn er kannski ekkert endilega í fyrsta sætinu. Þannig að þú veist, það er svona, það er meira að vera að horfa á fótboltann þar. Og svo kemur þú kannski í svona klúbb svona eins og Þór og þá er þetta kannski bara meiri munurinn á klúbbunum, þú veist, það er svona aðeins, það er aðeins meiri svona samheldni svona í Þór. Já. Og já, ég held að það sé, ég veit ekki hvort það sé eitthvað rosalega mikill munur á svona landsbyggðinni, það er kannski, þú veist, það er núna náttúrulega Akureyri er það stórt bæjarfélag, ég held að þetta væri kannski öðru sem það verður á Höfn. Já. Eða þú veist, ef það verður á, bara svona, ef það verður á Ísafirði, það sem er bara körfuboltinn einhvern veginn. Já. Þú veist, ég held að það sé svona, þar er kannski meiri munur á þessu. Finnst þið bærinn vera á bakvið liðið, því nú er þetta undir merkjum Þórs og það eru náttúrulega 2 stór félög hérna í bænum? Já, í rauninni. Ég held að það sé bara þeir sem hafa áhuga á körfubolta, ég held að það sé eiginlega alveg sama hvort þetta heiti Þór eða eitthvað annað, sko. Það hefur alveg verið eitthvað svona umræða á þetta bara heita Akureyri körfubolti eða eitthvað svoleiðis. En ég hef ekkert eitthvað rosalega sterka skoðun á því. Ég held bara sko að fólk sem hefur áhuga á körfubolta það kemur á leikina og ég held að það hefur yfirleitt verið mjög góð stemning á leikjum hérna. Já. En nú svona líf þjálfarans, þetta er ákveðið flakk sem við erum búin að fara í gegnum hérna núna og þið flytið hérna fjölskyldan inn á Akureyri. Hvernig er fjölskyldulífið? Hvernig er að segja, jæja, nú er nýtt lið og það er á Akureyri? Já. Sko, við vorum alveg búin að taka þessa umræðu að ef það gæfist tækifæri að þjálfa eitthvað annars staðar heldur en á svona suðvesturhorninu, að þá langaði okkur að pröfa það. Þú veist, og þá var það ekki bara til þess að þjálfa körfubolta, þetta er líka bara til þess að komast inn í nýtt bæjarfélag, kynnast nýju fólki, tengjast fólki og þú veist, og svo veit maður alveg, þú veist, maður náttúrulega veit ekkert hversu lengi maður þjálfar ákveðið lið eða hversu lengi við verum hérna eða eitthvað, hvort við ílengjumst eða ekki. En svo veit maður alveg sko að það sem eftir situr er, þú veist, bara fólki sem maður tengist á staðnum og vinirnir sem maður eignast. Og það er svona einhvern veginn miklu mikilvægara heldur hvernig akkurat körfubolti gengur. Og nú er svona einmitt þetta starfsöryggi líka að það er ekkert voðalega mikið í þessum þjálfara heimi. Finnst þér að finna fyrir það því nú er nokkuð augljóst að verkefni framundan er mjög strembið. Farið þið skilning fyrir því? Já, ég held að sé allir með. Ég held að hafa allir skilning á því. Þú veist, og það er bara, þú veist, ef við bara lítum raunsætt á þetta, þú veist, þá er þú veist, peningarnir sem við eyðum í þetta, þú veist, við erum svona eyða helming á við Fjölnir sem kom upp með okkur. Þú veist, þannig að þú getur rétt ímyndað hvað við erum eyða miðað við sko hinliðin sem eru svona eiga að vera efri hlutunum. Akkurat. Þannig að sko, já, ég held að sé allir svona með svona raunhæfar væntingar til liðsins. Með það ætlum við að taka okkur örstutt hlé og kíkja yfir í smá auglýsingar. Jóð, Sönvil gallabuxur. Taktikinn er í boði Jóð. Haustið er lent hjá Joe's. Taktikinn er í boði Joe's. Þá vindum við okkur í síðasta leiklutan í þessum þætti. Lárus, við lefum kannski aðeins að líta fram á vegi núna í þessum síðasta hluta. Við erum búin að tala um hérna 2001 árgang sem er gríðarlega sterkur og maður hugsaður svona framtíðina hjá félaginu. Þá veltum maður fyrir sig hvort það sé ekki lykilþáttur að halda vel utan um þennan kjarna af leikmönnum. Jú, það er gríðarlega mikilvægt og eins og við fórum bara gegnum áðan, það eru nokkrir af þeim að fá bara gullið tækifæri núna til þess að spila í rosalega sterkri deild. Og svo er bara restin af þeim eru að æfa við mjög góðar aðstæður og svo bara tryggjum við það með að þú veist, þeir eru með nógu mikið verkefnum, þeir eru að keppa í úlingaflokki, þeir sem eru ekki í úlingaflokki eru að keppa í drengjaflokki
og svo Þór líka með B-lið sem að þeir svona geta líka spriklað með svona eldri mönnum. Þetta einmitt þessi tími þar sem þeir eru að taka ákvörðun, á ég að halda áfram, á ég að gefa allt í körfuboltann, á ég bara að fara að læra eitthvað annað eða stefna eitthvað annað með líf mitt. En þetta þarna nokkur ár sem að skipti máli kannski að halda áfram. Gríðarlegu máli og það eru allt of margir sem að hætta snemma. Það skiptir máli, þetta svona frá 18 til 22, 24 að gefa þessu tíma og það ekkert allir sem að meika það áður vera tvítugir. En það ótrúlega margir sem að ná langt, sem að sýna þrautsegju og halda áfram að æfa. Það bæði náttúrulega hætti ykkur aðrir og svo bara með því að vera með fleiri æfingar undir beltinu, búin að skjóta fleiri skotum, kantleiki betur. Þá allt í einu kannski kemur tækifærið þitt og þá veistu aldrei, þá ertu allt í einu bara orðinn solid úrvalsdeildarleikmaður. En það því miður allt of margir sem hætta snemma. Þetta hópíþrótt, þannig að það ekki nóg að vera bara með 1-2 frábæra leikmenn, þú þarft að vera með lið á bakvið það, þannig að þessir 1, 2, 3 sem eru að fá sénsinn núna, þeir þurfa fleiri með sér eins og segir, sem að þurfa að halda áfram. Já, og það bara, við erum ótrúlega svona heppi núna með þennan 2001 árgang, þú veist, að þeir voru bara mjög vel upp aldir á Gústa, þannig að þeir, þú veist, og það rosalega stór hópur og þeir hafa allir haldið svona saman, þannig að það allir svona meira og minna annarkvort að æfa ennþá. Og svo ég að sjá svona suma, þeir eru svona aðeins að detta inn í yngri flokka þjálfun og sem náttúrulega bara gríðarlega jákvætt. Hægt að, auðvitað hægt, en hvað þarf að vera til staðar til þess að búa til annan svona árgang? Því að það verður rosalega gott að fá aftur svona með ákveðnu millibili alltaf inn. Já, ég held að sé núna kannski hjá okkur það er eitt sterk árgangur sem að þú voru að vinna A-riðilinn sem eru kannski svona gríðarlega efnilegar. Þannig að það sem gerist með 2001 náttúrulega að Gústi tekur það bara að sér og heldur rosalega vel utan að það. Og það kannski ekki hægt að ætlast til þess að sé alltaf einhver einn maður sem kemur og heldur utan hvern árgang. En ég held að núna við konum með Jón Inga sem yfirþjálfara. Þannig að ég held að það sé svona komin betri strúktúr. Gústi svona byrjaði með þetta og svona búinn að lyfta þessu upp. Þannig að núna komin svona ákveðin svona samfella. Og svo bara halda því starfi áfram. Já. Og þá fáum við, ég ekkert viss við fáum kannski einhverja margar svona árganga, en þá kannski, koma upp árgangar þar sem að 1 eða 2 fara upp í meistaraflokk. Við sjáum þetta, það eru morgunæfingar, það eru tækniæfingar, það eru körfuboltabúðir, þannig að það verið að bjóða upp á meiri pakka fyrir þá sem að vilja meira. Já, í rauninni, og það svona kannski líka svona pakki, svona fyrir fleiri. Það eru ég myndi segja að það væri kannski bara mikilvægt að við náum alltaf að vera með svona gott lið, eða kannski ekki endilega gott lið, en að vera með vel mannalið í hverjum einasta aldursflokki. Já. Og svo það kannski einhverjir sem kannski verða dómarar, einhverjir sem fara ritaraborðið, einhverjir fara í stjórn, en svo kannski einhverjir 1 eða 2 sem fara upp í meistaraflokkana. En það sem kannski búið að gerast núna að það, að 15 manna æfingahóp, ég held að sé ekki, það bara erlendir leikmenn og svo Elli og svo hitt bara ungir efnilegir leikmenn frá Þór. Akkurat. En ef við hugsum þetta lið, þennan hóp sem út með í höndunum núna, hvert getur þetta lið stefnt? Það náttúrulega bara algjörlega í þeirra höndum, hversu góðir þeir vilja verða. Og svo þetta náttúrulega líka hvernig getum við stutt við það. Verðum við með fjármagn til þess að fá mjög góða erlenda leikmenn til að styðja við það. Þá hægt að fara mjög hátt. Eða erum við með fjármagn bara til að vera með svona einhverju meðal, þá ekki hægt að fara eins hátt. En þeir sjálfur, ég meina þeir eru Íslandsmeistarar, þannig að auðvitað eiga þeir bara að stefna eins hátt eins og þau geta. En ef við hugsum þín markmið persónulega sem þjálfara, því að það er kannski ekki alltaf ætlað til þess að þú sért með sama liðið út allan þjálfaraferilinn, hvert stefnir þú sem þjálfari? Stefna mín hefur verið sem þjálfari að einhvern daginn að ég geti bara unnið við að vera bara körfuboltaþjálfari. Og ég held að það sé svona bara, svo ég bara, að reyna að viða að mér þekkingu, námi til þess að reyna að ná sem lengst í þessu. Er það hægt hérna á Íslandi, ekki mörg störf í boði til þess að vera í fullu starfi? Það eru svona nokkur lið, þessi topplið.
Svo náttúrulega, ef tækifæri myndi bjóða til þess að þjálfa úti, þá myndi ég stökkva. Er einhver sérstöklið þar? Nú varst í Danmörku til dæmis, er það land sem þú værir að horfa til? Sko, ekkert frekar, maður náttúrulega er erfitt að setja sér eitthvað svona markmið með eitthvað svona, bæði það náttúrulega er ég fjölskyldumaður, þannig að fjölskyldan kemur náttúrulega alltaf fyrst. Já. Ég hef verið svona við með svolítið mikilli þekkingu frá Spáni, við byggum aðeins á Spáni, þannig að ég hef svona verið í þjálfaranámi á Spáni, þannig að það skiptir ekkert endilega máli sko, hvar það væri, bara það væri svona góðar aðstæður fyrir fjölskylduna. En ef við hugsum bara að því að tíminn er alveg að renna frá okkur, það er Dominos-deildin, verkefni þar framundan og þið ætlið bara að reyna að stríða öllum þessum liðum. Já, við ætlum að gera það. Við eftir svona brösóta byrjun, þá er næsti leikur bara móti Þór Þorlákshöfn og bæði lið eru búin að tapa báðum leikjum, þannig að þetta er svona gríðarlega mikilvægur leikur. Og svo leikurinn eftir það heimaleikur á föstudeginum móti ÍR. Við þurfum bara að fá alla Akureyringa á þann leik, tróðfulla höllina. Auðvitað. En það sem þú hefur líka er svona svolítið X-faktor, sko, liðin vita ekkert alveg hvar þau hafa Þór á Akureyri. Því að þessir ungu leikmenn, þeir geta allt í einu ákveðið bara að eiga leik lífsins. Já, ég meina, og það er svolítið svona, ég þekki þetta svolítið sjálfur, spilaði með Hamar í Hveragerði í mörg ár. Og það var rosalega oft sem að við unnum KR mjög oft í Hveragerði, unnum Keflavík, þeir áttu ekki að tapa oft með 40 stigum í Keflavík eða 30 stigum í Frostaskjóli, sko. Þá var það eitthvað við það þegar liðin komu og þá einhvern veginn, ég veit ekki hvað það var, en það var einhvern veginn eins og við bara, heimamenn, oft vorum við kannski bara með svona góðan bandaríska leikmann og við hinir við bara seldum okkur dýrt, spilum bara vörn og vorum bara svolítið brjálaðir. Já. Og stundum virkaði það. En við í bænum á Akureyri, við ætlum að fjölmenna á þessa leiki því að þarna sjáum við blöndu af góðum erlendu leikmönnum í bland við þessa uppöldu heimastráka sem við náttúrulega alltaf sjá blómstra og skora sem mest. Já, það er langt skemmtilegt náttúrulega að sjá sína menn og svo held ég sé líka bara svo gaman að koma og sjá deildina eins og hún er í dag. Hún hefur, Karvan er orðin gríðarlega sterk á Íslandi. Þannig að þeir kannski eru að fara að sjá bara frábæra leikmenn, og örugglega síðast til séns að koma til þess að sjá Jón Arnar Stefánsson spila. Þetta er svona alveg, þetta verður mjög skemmtilega vetur. Tækifæri sem við viljum ekki láta fram hjá okkur fara sem áhorfendur. Nei, ég held að það ætti enginn að gera það. Ég held að þetta er góður körfubolti, heitt á grillinu. Já. Ég vildi á föstudagskvöldum, en það getur ekki klikkað. Getur ekki klikkað. Lárus, takk hérlega fyrir komuna í settið. Og við styðjum náttúrulega bara áfram Þór Akureyri. Takk sömuleiðis. Takk áhorfendur fyrir áhorfið í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku. Jóðum Jóð, Sönvil gallabuxur. Taktikinn er í boði Jóðum Jóð.